Kæru hlustendur, verið velkomin í þátt númer 2 af Temjum tæknina. Í dag þá þátturinn mjög áhugaverður en ég að spjalla við hana Helenu Sigurðardóttur sem kennsluráðgjafi hjá Háskólanum á Akureyri. Hún með áratuga reynslu í menntunar- og kennslumálum og hefur komið víða við og unnið að mjög spennandi verkefnum bæði innanlands og utan. Og þetta kannski líka svona markmið hjá mér að hafa jafnt kynjahlutfall, hafa öll kyn í þessum þáttum vegna þess að við erum náttúrulega að glíma við eitt af stóru siðferðislegu málefnunum sem að tengjast þessari tækni og sérstaklega þessum risa mállíkönum. Það þessi hlutdrægni reiknirita og náttúrulega þá ansi stór hlutdrægni í garð kvenna. Og ef þið viljið sjá það eða prófa það til að sjá það, að þá hvet ég ykkur einfaldlega til þess að spyrja GPT eða eitthvað af þessum risamálíkonum út í íslenska landsliði fótbolta og ég get nánast lofað ykkur að þið munið eingöngu fá upplýsingar karlalandsliði. Já, ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra hér í þessum inngangi. Helena, gjörðu svo vel. Gestur minn í dag Helena Sigurðardóttir, kennsluráðgjafi hjá Háskólanum á Akureyri. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segirðu gott? Ég segi bara mjög fínt, sko. Góður dagur í dag. Gleðilegan föstudag segja sumir. Já, hvarlega. Mér langar kannski bara að byrja að segja bara takk fyrir að taka vel á móti mér í þessu nýja starfi mínu. Já, bara gaman að fá þig. Alltaf gott að fá nýtt fólk í básinn, sko. Já, það sko. Þetta maður getur ímyndað sér að því að náttúrulega þú hefur verið svona leiðtogi með þessari gervigreind innan háskólans og svo kem ég hérna inn í einhverjar verkefnastjórastöðu og maður getur kannski ímyndað sér að það væri eitthvað svona, ó nei, nú kemur einhver og segir, já hér, nú ég mættur. Ég verð bara að segja að mér finnst þetta bara frábær viðbót. Þetta einhvern veginn svona, þetta orðið svo stórt og mikið og ég bara fagna því ótrúlega að það sé komin inn eitthvað sem að getur bara algjörlega tilengar sér þetta sem í gangi og einhvern veginn haft yfir sín. Ég bara gæti ekki verið ánægður með þetta. Nei, þetta nefnilega, sko eins og við rættum bara hérna rétt áður við byrjuðum að þetta orðið svo mikið að það fer bara stór hluti af tímamanns að fylgjast með hvað að gerast og bara mjög flott líka að fylgjast með hvað þið hafi verið að gera og þú veist, álgjörðum maður kannski líka lent að létta eitthvað undir ykkur með því að moka. Algjörlega. Það einmitt að tala sko, veist, maður hefur svolítið verið að því maður færðist inn á LinkedIn til að skoða, veist, svolítið hvað í gangi, fólk að birta nýja greinar og svona, svolítið svona og færast þið þangað yfir eftir að svona hinn miðlinn sem að fólk var að deila gögnum inn á og maður hélt í byrjun svona, maður getur nú fylgst með þannig að ofta á svona kvöldinn og seinni parta þá fer maður að lesa nýja greinar. Nú þetta bara orðið nánast óyfirstíganlegt að komast yfir allt sem að maður að sjá nýtt og hvað að poppa upp sko. Þetta ótrúlega áhugavert. Og svo maður kannski búin að vera að brasa við eitthvað verkefni eða prófa eitthvað og svo kemur bara eitthvað nýtt og það sem bara kannski ekki úrelt en svona búið að breytast þannig að það miklu auðveldara. Já, algjörlega. En þú ert kennar í grunninn, eða ekki? Jú. Varst að kenna með konunum minni í Brekkuskóla? Í Brekkuskóla. Ég var í Brekkuskóla samtals í 11 ár. Ég var, byrjaði þar í útskrifast 2002, tók 1 ár þá, flutti svo til Noregs og kendi þar í rúm 4 ár. Og síðan kom ég aftur í Brekkuskóla og var þar í 10 ár og meðal annars með konunni þinni. Þannig að 2002, já. Akkurat. Það er nokkur ár síðan. En það samt sko, ef maður hugsa sko 2002, þá voru 10, eða svona það byrja 10 ár þannig til spjaldtölunar koma. Já, sem að þú passar. Það passar. Það var ákveður þú að verða spjaldtölu sérfræðingur? Já, þetta var eiginlega sko, ég hef alltaf haft rosalega mikið áhuga á tækni og öllu sem tengist svona, og ég vil alltaf meina að segja því að pabbi er rafvirki. Þá var maður svolítið snemma að byrja að skrúa allt í sundur og setja saman og svona fikta öllu sem að tengdist rafmagni og tækni og svo var maður alltaf með Seamless Spectrum tölvuna og svona ýmislegt heima og það var alltaf til allt sem var svona nýjast í tækninni, veist. Það var svona örugglega eina af þeim fyrstu sem fekk vasadisk og eitthvað svona skemmtilegt sem að er svona eins og ferðaútvarp í dag, eða svona stærð við ferðaútvarp. Ég hafði mæningat sko bæði snúi spólunni með því að taka
og það var útvarp sem var mjög sjálfgeft. Já, í Vasadiskon. Í Vasadiskon. Já. Þannig að það svo til langt síðan, en það var nú smá svona hliðarsaga. En En þetta samt, ég minnst þetta samt sko, þetta samt svo gott að því að við erum að tala einhverja nýja tækni. Já. Og þú veist, að því að mannsæfin náttúrulega í svona stóra samhenginu stutt, að bara, þú ert Vasadiskon, ég man eftir hvað var svo geggjað að fá svona ferðageislaspilara. Já, ég að hugsa, hvar byrjan, það nokkuð MP3 eða eitthvað þannig, ég bara nei. Það var ferðageislaspilara hjá mér og svo þegar maður fekk, sko, ég mæni vorum í fríhöfninni og getum ferðageislaspilara sem var með svona hristivörn. Já, og bara eitthvað, vá, þetta bara, lífið getur ekki orðið betra. Nei, það bara, og þú bara ferðast og þú bara ert í þínum eigin heim, einhvern veginn. Þannig að þetta ótrúlega og svo svo margt og ég held að sé bara partur af því að, ég hef ótrúlega gaman að því að prófa hluti eins og bara, einmitt þetta við tengja aftur við rafvirkja genin sem ég vil meina ég sé með að skrúa í sundur öll tæki svo lendi í vandræðum og náttúrulega bjóði Noregi kannski þurfti að hringja í pappa og segja nú veit ég hvernig að setja saman þurrkaran aftur, ég smá vandræðum minna og svo hann að leiðbeina mér í gegnum símanna eða eitthvað sko. Já. En þetta með, ef við förum aftur að spjaldtölu dæminu, en þá var það samt eiginlega þannig að því að þegar við byggum í Noregi og þá var skólinn þar, þetta var afar vel stæð kommuna og þau bara keyptu einhvern veginn öll tæki, það voru fartölu fyrir alla og þetta var allt öðru seldur en það hafði verið hér. Já. Og það var svona, þá fór maður aðeins að snerta á þessu og svo þegar ég kem aftur hingað og þá fara iPad-arnar að koma inn og ég man að því að ég byrjaði sko, ég náttúrulega fekk mér minn eigin iPad og svo í skólan það voru keyptu 4 iPad-ar í Brekkuskóla sem voru þá 550 nemendur. Já. Og það ótrúlegt, bara í nokkur ár var ég með 4 iPad-a og það sem maður náði að gera, það var ótrúlegt og það var bara að skipta milli eitthvað neðan og alls konar og svo náttúrulega voru nemendur með sín eigin tæki en þarna sá maður, og sem líka svona grunnurinn af þessu, það að ég hef svona farið mikið inn á það aðstofa nemendur sem með námsörður líka. Og ástæðan að ég og dóttir sem með lesblindu, skrifblindu, talnablindu og allt og ég sá hvað tækni hjálpaði henni. Var ég gegnum hennar grunnskólanám og svoleiðis. Þannig að við fórum fljótlega að nýta okkur sko tæknina og svo var hún komið með mér bara að kenna sko nemendum og foreldrum og starfsfólki og bara öllu þegar hún var sko, ég held hún hafi verið 11 ára. Já. Þannig að þá fyrir við svolítið inn á þetta og erum bara að sjá ótrúlega mikla breytingu hjá fólki sem að gæti nýtt sér tæknina til stuðnings í námi. Þannig að það bara, maður horfir á svona lítil kraftaður gerast bara stanslaust eitthvað. Já, því að ég átti einmitt verið að velta þessu fyrir mér sko, því nú dóttir mín eldri, hún svona að stíga sín fyrstu skref í því að nota tækni og eitthvað. Og maður einhvern veginn bara vákvar og snögga læra þetta. Það kannski því hún þarf ekki að byrja á því að aflæra eitthvað sem einhverjum svona venju, hún bara byrjar strax að gera eitthvað með þessu, þannig og hún til dæmis að verða duglegri að hjálpa ömmu sinni heldur en ég. Já, akkurat. Í tæknimálunum, sko, af því að þú veist, þó að maður sé eitthvað brassa í mörgu að þá er sumt eins og iPhone og ég ennþá að venjast Apple. Já, það er. Dóttir mín bara, hún verðist bara skilja þetta sko, af því hún þarf ekki að aflæra einhverja aðra eitthvað í vöðaminninu. Akkurat, það er ótrúlega munur sko. Það er náttúrulega kannski bara svona fátt sem að hefur breyst kannski meira á síðustu 20 árum heldur en akkurat kennsla, ekki bara það að tækninni hefur fleytt fram, við erum alltaf, ég man eftir því þegar ég er í grunnskóla að það voru sko, ég held að vera enginn með mér í bekk að erlendu bergibrotin. Nei, og held ekki í hinum bekknum móti heldur. Hvað við höfum bara, samfélag okkar hefur breyst ótrúlega mikið. Já, það er rosa munur. Og áskorunni sem þetta kallar bara í menntakerfinu og náttúrulega bara að potið skemmtilegra samfélag, miklu fjölbreyttara. Já, miklu fjölbreyttara. Samfélag. Algjörlega, og maður sér það líka, maður sá það þegar maður var í grunnskóla, nú náttúrulega, er ég búin að færa mig yfir á háskólastíð, en maður sá það í grunnskólum oft að koma inn nemendur sem voru til dæmis ekki með neina íslensku, ekki með neina ensku eða neitt svoleiðis, þá gat maður nýtt tæknina til þess að nota bara tæki til að
sko, nemandinn gat tala sitt tungumál og svo var það þýtt og þá gat ég tala, ensku eða íslensku og svo notum við tæki sem svona á milli okkar til að skilja þessi grunnatriði sem náttúrulega bara, núna það allt orðið svo miklu auðveldara. Það bara rosa munur á því hvernig þú getur unnið með tungumálin með allir þessi sem í búið núna. Það algjör stökkbreyting. Algjör og akkurat, þú veist, að bara það þegar þú taka þessar hömlur að fólk geti tjáð sig og líka að fólk sem kannski upplifa eitthvað námsörðuleika eða eitthvað slíkt að ég man bara í fyrra þegar ég var í tölfræðáfanga í háskólanum það var skemmtilegt, ég var að búa til einhver svona gera tilraunir með svona machine learning eða vélnám á kvöldin en ég vaknaði 6 á morgnan og reiknaði tölfræði á pappír en ég var þess að með GPT bara svona custom GPT að því að ég var þurfti að þjálfa mig meira heldur bókin bauð upp á því að það var langt síðan ég var búin að reikna starffræði og þá gæti ég, að því þá var ekki 2 dæmi svona í bókinni og maður strögglaði gegnum þá kíkti svo, ok, þetta var rétt hjá mér en ég var samt, þú veist, að tafsa á þessu þannig að þá kom maður að sagði, heyrðu, ég þarf að æfa mig í svona dæmum, ertu til að setja upp nokkur fyrir mig og þú veist, þarna einhvern veginn bara svona gæti ég þjálfað mig áfram og mér gekk síðan bara mjög vel á endanum í þessum áfanga Það svo gott að nota þetta sem svona, veist, bara að þú ert með svona eins og spjallfélaga sem að veit bara að það alltaf svo gott að, ef maður segir vinna með aðilum og ég þá tala veist, eins og maður að nota þessa gerðurgreindi í það, sem að sko svona snögg til og veit oft meira heldur maður sjálfur og næra mann ykkur. Ég bara, þegar styðja við svona ferni þróunar manns og þessa þekkingaöflun sem maður er að afla sér en það er svona kannski svo við klárum spjaldtölvuævintýrið og það að því að þú veist það er svona kannski einkennir þá kannski bara þig sem persóna þú eru verið svona leiðtoga fígúra í svona nýsköpun og frumkvæði innan menntunarkerfisins og ert það í grunnskólanum kemur frá Noregi, þar sem olíupenningarnir flæða allir bara með fossarnir þarna alveg bara í kommununni sko bara, og gerir þetta einhverja frábæra hluti með 4 iPada grunnskólars, leggur grunninn að þessu Eiment það ekki sem var Jú, akkurat, það passar það sem Ástrós var einmitt með erindi gervigreind frábært og síðan færu þig úr grunnskólanum yfir í háskólan og það eru náttúrulega kannski bara aðrar áskoranir en ekkert endilega flóknari eða einfaldari, bara öðruvísi það eru bara öðruvísi og það er kannski maður hugsa svona aðeins ástæðan fyrir því að ég var náttúrulega búin að vera þarna í svona hvað getur maður sagt, svona 8 flugi hálfgerðu í grunnskóla, veist, bara ferðast á landi og innlega spjaldtölur, veist, var með aðeins í teiminu þannig í Kópavogsbæ og bara all landi, flakkum all landi, halda alls konar námskeið og svoleiðis. Og það svolítið svona, veist, svo fannst mér bara allt í að væri kannski bara komið smá tíma á breytingu. Ég tek meistara, MA í upplýsing og kennslufræði hér við Háskólann á Akureyri líka og þá sér maður svona aðeins fer maður að hugsa eins svona hvað maður langar þar að gera á slis og þá kemur þetta starf upp hér sem í rauninni kennslur áðgjafa starfið innan kennslumiðstöðvar, kennslu upplýsingatæknimiðstöðvar og það einhvern veginn svona fær maður að svolítið byggja ofan á því sem maður búin að gera lengi með innlengu á alls konar tækni og kerfum og kenna fara í þessa kennslufræði og kenna háskólakennarum kennslufræði sem eru ekki með í grunninn, allavega ekki hér á Íslandi, sem það svo ótrúlega gaman því að maður heldur áfram í kennslu og þannig að maður hefur kennt á flestum skólastigum og maður hugsa alltaf að kennsla alltaf eins í grunninn. Þó sérst að kenna sko börnum og fullorðnum og svoleiðis, þá alltaf með sama einhvern veginn sem þú byggir á og svona einhvern veginn að veistu, að fræða fólk og þetta smá mismöndi þegar maður að kenna fullorðnum að því að þeir eru þá ekkert það meira krefjandi að kenna börnum, töluvert meira þeir ekkert að fara að bíða eftir að þú sérst að hugsa þau eða breyta verkefnið eða eitthvað svoleiðis sko, þannig að það ótrúlega munur á því og það hefur verið mjög gaman að sjá þetta þróast hér inni og hvernig við höfum einhvern veginn stækkað og fjölgað í þessum hóp sem við erum í og bara krafan þetta allt
bara alltaf meira og meira, sko. Já, maður hefur hugsað að því mér finnst íþróttir merkilar og íþróttir bara mjög skemmt, eða svona áhugamál og þegar ég var með ég var hjá Brunamálaskólanum, flutti ég inn danskan sálfræðing, Martin Langagegard, sem nú tengdur núna inn í HR og HA með gegnum sálfræðadeildina, voru með fagnarskeið frammistöðu sálfræði. Já. Og hann í raun og veru kannski byggði þetta svolítið út frá því að þú veist bara hvað vitum við fólk. Já. Og þetta svona trick question að því að við vitum alveg óbúslega lítið fólk. Það rétt. Og við vitum rosalega lítið bara hvaða væntinga fólk hefur og ambition og hvað dregur, hvaða hvatningu fólk hefur. Akkurat. Og þegar þú veist í svona, eins og við vorum að tala þarna vorum við með leiðtoga og stjórnendurinn slökkviliðana og björgunarstörfum, að sko hvernig getur verið með motivation til að standa þig vel. Vegna þess að það kannski svona grunnurinn að því að ætlar að standa þig í einhverjum aðstæðum, að þá verður að vera nokkuð öruggur með þá þekking og færni sem þú hefur. Já, algjörlega. Og það er svona hvað til að skapa að þú getur staðið frammi fyrir því sem ætlast til af þér. Og svo horfum maður á að því hann semst að vinna mest með íþróttamönnum og síðan svona sérsveitum hjá lögreglu og í sem skandinavísku hernaði, að semst maður horfum bara á íþróttir heilt yfir að hvað við erum búin að hækka rána í íþróttum og eins og til dæmis bara ein fjölskyldutengd ung stúlka í sundi og hún nýfermd til dæmis og ég var að skoða sundtímana hennar í skriðsundi og bera saman við heimsmet kvenna og þær vinkonurnar þarna sem mjög góðar á þessum aldri, þær synda á svona heimsmeta tímum 1968 fullorðis. Akkurat. Og þarna hugsa maður þetta náttúrulega líka búið að gerast í menntun að bara með kennslufræði hægt að kenna og auka þekking og eitthvað og sérstaklega kannski eftir að tölvurnar koma og spjaldtölvurnar þegar þær verður einhver svona framlenging af okkur en svo aftur mútið spurningin á hvaða kostnað að þetta erfitt Já, og það líka maður hugsar veist, ég hugsa alltaf rosa mikið það sem við erum að innlega, það sem við erum að prófa eitthvað svoleiðis, hvernig lærdómskúrfan, hvar erum við að mæta fólki, veist, og að því að maður, eins og þú sagðir áðan, þá erum við alltaf að hugsa veist, fólk vill í grunni standa sig vel. Veist, ég held ég hafi aldrei hitt neina manneski sem vill ekki standa sig vel í einhverju. Það ekki endilega akkurat það sem veist, ég að reyna að miðra til manneskjunar en það á ykkur leiti. En maður alltaf að reyna að mæta manneskjunum þar sem maður eru. Og hugsa líka bara, veist, að því að veist, það maður þarf líka aftur að því að það ekkert allir rosa hrifnir að því að nota tækni. Sumir eru svolítið að svona, veist, í mótstöðu. Sem alveg eðlilegt að því það ekki, þá þarf maður að reyna að hugsa, veist, alltaf að hugsa, hvað getur þetta fært þessari mannesku, hvað getur þetta bætt hjá henni, hvað getur þetta fært þessa mannesku, veist, ofar eitthvað staðar. Og þá þarf maður alltaf að reyna að finna út, veist, hvar maður að efla fólk. Mér finnst það alltaf svona lykilatriði og það sem mér finnst svona skemmtilegast í þessu, það að sjá svona, veist, þeirra kvikna svona einhvern veginn ljós hjá fólki og það bara, haha, já, þetta getur gert þetta og þetta getur fært mig í, veist, og það svona, en oft þarf maður að finna eitthvað sem tengist ekkit endilega vinnunni eða, veist, maður þarf að reyna að tengja einhvern veginn inn á enga, veist, hvað fólk að gera svona bara í sínu lífi, ekki endilega í starfinu, af því að svo getur það tengt það inn í starfið. Og bara eins og þú nefndir sundið á hann, það verið strax alveg bara, já, ég náttúrulega æfði sundi í ykkur 9 ár og tíminn sem fór í þetta og tímanir og allt þetta. En þarna lærði maður rosa mikið markmiðasetningu, bæði setja sér markmið, standa við markmiðin og reyna að endurskoða það, af hverju stóðsett ekki og hvað get ég gert betur næst. Og það hefur einhvern veginn flotið með manni alla tíð. Veist, alls konar svona atriði, einhvern veginn eru þau sem maður tekur með sér út í lífi. Já. Maður hefði ekki grunað þeim tíma því að þetta var eiginlega bara kvöð, sko. Já, og það er svona kannski ástæðan líka fyrir því að maður er
efla börnin sín og kannski sjálfa sig eitthvað ennþá að því að stunda íþróttir vegna þess að og nú horfi ég á þetta núna þegar því að maður er í kórnum að syngja í kór og að þarna stendur maður svolítið nakinn frammi fyrir hæfileikum og ég maður bara þegar maður byrjaði að mæti kór maður alltaf leiðir sem að væri bara svona algjör slúbert sko bara eitthvað því lít flott fólk og flotti söngvarar maður svona nú er ég alveg í hvaða kór ertu? Kór Akureyrarkirkju og frábært en svo allt í einu þannig maður læri maður og fær stuðning frá fólkin í kórnum og svona upplifa sér velkomin inn í eitthvað svona samfélag og svona sem er svona eins og Martin myndi segja sko eða hún líka þetta hugtak sko svona sálfræðilegt öryggi eða psychological safety það er búið til svona lærdómsumhverfi þar sem að þú færð að í raun og veru gera mistök og læra af þeim. En það þýðir það ekki að þú bara getur gert endalaus mistök, þetta er svona flókið hugtak en í sjálfu sér en að þú upplifir svona öryggi með vanþekkinguna þína vegna þess að þú ert að efla þig. Og það er svona það sem að allavega þegar ég er að horfa til svona að því ég er kannski búin að vera núna þennan fyrsta mánuð í mínu starfi að bara svona reyna að ná einhvers konar svona kortlækningu yfir sviðið sem þessi skóli er. Já, akkurat. Það tekur alveg tíma. Það tekur alveg tíma og ég held að mér þykir allavega óbúslega vænt þessar stofnun bara út frá svona samfélagslegu mikilvægi hennar og svo náttúrulega bara þetta óbúslega, það er allt flott hérna. Já. Veist, þetta er geggjuð bygging. Já, það er það óbúslega bara fólki með líka sko, veist, að því að það eru svo margir sem að eru að koma annar staðar að líka einhvern veginn. Veist, við erum með mikið að erlendu starfsfólki, við erum með, veist, bara eins og við hérna inni erum flest einhver staðar annar staðar að, erum að koma einhvern veginn, við erum með svo mismunandi bakgrunn og það hendar náttúrulega ótrúlega vel. Og svo erum maður náttúrulega líka bara, veist, í ótrúlega miklu svona alþjóðlegu samstarfi og þá sér maður, veist, hvernig hlutnir eru að fungera í öðrum löndum og slíkt og, veist, og bara byggja upp þetta samfélag sem að við erum að nýta okkur bara algjörlega, þú segir þetta samfélag alveg sama í hverju við erum, við þurfum alltaf það er alltaf grunnurinn finnst mér, það er svona að þú á náir einhvern veginn að fóta þig innan þíns hóps þar sem þú ert, þannig að Já, það er bara, eins og ég segi, byggingin er flott og það er allt flott og það er líka sko, bara þegar maður lappar gangana og ég vera og sest maður niður hjá einhverjum og fær eitthvað spjall eða eitthvað svona, að þá bara svo, ok, það er alveg mikill metnaður fyrir starfinu hérna og margir sem er að vinna bara með mjög spennandi hlutum og já, þú veist. Mér finnst ótrúlega gaman að því að við erum náttúrulega með allar þessar fjærverur, þessa róbota hérna fyrir utan og það er einhvern veginn alltaf þegar kemur nýtt fólk inn, það er alltaf bara, hvað er þetta? Og við erum þeir eru nú búin að vera hérna síðan 2017, en það er ennþá svona aha-moment hjá fólki, hvernig við erum að tækla þetta sveigjanlega nám og hvernig nemendur geta komið inn í lotur þó þið búið ekki hér og alls konar sem er náttúrulega tengist líka þessari innleggingu að tækni sem að er núna orðin bara svona nokkuð eðlilega hérna innan hús í þessu samhengi til dæmis. Já, en svo komum nú að viðfangsefni þáttarins sem er svona eins og hvað sé þetta á ekki að vera eitthvað svona teknokratískur þáttur, þetta við erum að reyna svona að tala bara svona kannski fólkið sem er að gera eitthvað með þessari tækni og það sem mér finnst svo merkilegt eða sko það sem er merkilegt við þetta er það að þetta er svo ný tækni og hún er að bjóða upp svo marga nýja möguleika að þetta er svona fact-free zone eða það er svo margir möguleika sem engum er búið að detta í hug og maður fær ykkur hugmynd og maður er bara búin að framkvæma hana en aftur á móti þá náttúrulega eru svona stærri sjónarmið varðandi áhrif og áhrif á háskólanám bara nám almennt og já, þannig að þið byrjið bara, þeir eru svona alveg í þessari fyrstu bylgju. Já, bara þetta er að koma inn og þá náttúrulega sér maður strax að það er eitthvað stórt að fara að gerast einhvern veginn og þegar það opnar þarna ChatGPT eins og þegar það gerist í rauninni þá verður svolítið svona
sprengja. Já. Og þá ferum alltaf strax í það að prófa og sjá hvernig þetta fungerar og hvort maður geti nýtt þetta í eitthvað svo leiðis. Og þá sér maður strax sko að þetta getur veitt manni ótrúlega stuðning á marga vegu. Veist, nú er ég mikið í alþjóðlegum verkefnum. Já. Mikið af mínu starfi fer fram á ensku og veist, alls konar samskipti og skýrslur og umsóknir og bara alls konar sem maður þarf að gera. Að þá veitir þetta ótrúlega stuðning. Veist, bara í þessari bæði hugmyndavinnu, veist, maður að henda svona spjalli til og frá og maður að vinna í einhverjum gögnum og maður að skoða hlutina en í grunninn var þetta þannig að veist, maður er alltaf að vinna með efni sem maður þekkir ofboðslega vel og hefur annarkvort gert sjálfur eða unnið með í hóp og eitthvað svoleiðis og maður getur þá sko, veist, að gögnir sem maður er að vinna með að maður það er svo auðvelt að vera gagnrýnin á það sem að kemur út og svoleiðis. Þannig að það hjálpaði ótrúlega og einhvern veginn svo fórum maður að skoða, þannig ég hef verið rosa mikið að skoða þessa kosti og takmarkanir. Fyrst var alltaf kostur og gallar, svo bara, nei, þetta er ekki gallar. Eitthvað sem er kannski, ykkur myndi líta á sem galla í dag, er frábært á morgun, af því að það bara hentar. Þannig að þá hugsa maður bara, ekki líta á þetta sem galla heldur takmörkun í dag af því að morgun getur allt verið búið að breytast. Já. Og það gerist allt ótrúlega hratt og maður er svona... Það er svona eins og að því að þegar maður var að læra lyf og annað í fyrra starfinu sem bráðatækninga þá alltaf svo skemmtilegt að hlusta á lyflæknar til dæmis tala bara hvað er asnalegt að tala aukaverkanir. Já. Lyf og aukaverkanir. Þetta er bara verkun af lyfinu. Já. Við erum ekki að nota þá verkun við þessu. Viagra er mjög gott dæmi þetta. Viagra var sem blóðþrýstingslyf. En það er ekki þekkt sem blóðþrýstingslyf. Nú er aukaverkun af Viagra blóðþrýstingslækun. Þetta er enda ótrúlega... Ég veit ekki hvort þessi er góð samlíking, en þetta er svona... Þetta er góð samlíking. Já, þetta er enda góð samlíking. Af því að líka, sko, ég var með eitt dæmi af svona forriti sem að við, dóttir minni, við notað ótrúlega mikið. Það var Google Translate. Já. Og við varum, sko, alls ekki notað til að þýða. Og gerðum, sko, við erum með, sem sagt, vefsíðu sem við höfum ekkit rosa mikið verið að uppfæra undanfæra því að hún er búin að vera eignast með 2 lítil börn og svona, en nú sér maður að það er alltaf að fara í ganga aftur hjá henni. En við, semst, bara með þetta með Google Translate, af því að það er náttúrulega bara að vera að hugsa um að þýða, en við, semst, notum þetta því að þetta var svona fljótlegasta forritið til að, sko, ná textanum, til dæmis upp úr stærðfræðibókum sem að virðast stundum vera lestrarbækur. Að, semst, ná textanum úr bókinni með snjalltækinu upp í tækið og fá hann í form þannig að vera þetta íta á upplestur. Akkur, já. Þannig að við vorum alltaf bara, já, svo erum við með hennar Google Translate og fólk bara, já, nei, við erum ekki að fara þýðan eitt stærðfræðibókinni. Við erum bara að fara að láta hann lesa textan upp átt. Já, þarna voru að nota bara auka, veist. Akkurat, eitthvað sem var ekki nákvæmlega hannað og þarna náttúrulega er kannski rosalega margt af þessu sem við erum að upplifa núna kemur frá, þú veist, því að menn voru eitthvað að brasa við þýðingar, vélþýðingar og eitthvað að vinna með tungumál. Þannig að þetta er náttúrulega svo skemmtilegt og svo er þetta að þróa eitthvað svona áfram og sjá þessar finna tækifæri í takmörkunum. Það er svona... Nákvæmlega, það er bara nákvæmlega það sem að ég svona... Og það sem maður kannski sér, veist, og eins og við tölum á þegar fólk verður svona eitthvað aha-moment. Í fyrsta lagi þá verður maður alveg skítræddur og þegar maður svona eitthvað bara, ok, heyrðu. Þetta er alveg svona, þetta er alveg þannig og ég sagði það að ég tók mér frí í desember til undirbúum fyrir þetta starf og ég bara svona, ég var bara komin inn í eitthvað Matrix. Akkurat, mér líður svolítið þannig núna líka. Ég er alveg svona, ég veit ekki alveg hvar ég... Og síðan kemur janúar svona yfirþyrmandi og allt í hennu bara kemur DeepSeek, R1, Kína og Bandaríkin og Trump eru fórseti og Elon Musk að hilsa þarna eitthvað og OpenAI kom með O3 Gemini voru komið ný módel í fyrra dag. Þetta er allt einhvern veginn uppverið, þetta er að vera hraðara, nákvæmara, betra og maður svona eitthvað bara ok, þú veist hvað verður svo margt? Já.
og líka bara, veist, ef maður hugsar það sem er svo frábært að vera búin að fá þig hingað inn, að sko, veist, að bara geta sögt sér í þetta, veist, og bara skoða allt sem í boði, eða ekki allt, ég ætla ekki að segja allt, skoða rosalega margt sem í boði og einhvern veginn náð aðeins utan það og geta, veist, frætt okkur hina og sagt svona, heyrðu, það er sniðugt að prófa þetta, að gera þetta eða einhvern veginn. En ég held að það sé mjög snið. Ég hugsa sko, það er eitt svona ótrúlegt aha-moment sem við áttum hérna, að því vorum sérst að skrifa bókakafla með hérna Sigríði Halldórsdóttir sem nú svona fyrsti prófessorinn í HA, sem var sérst hérna prófessor í hérna hjúkrunarfræði og hún var sérst 70 ára á árinu. Já. Og var með okkur í að hérna, skrifa þennan kafla hérna, svona innleiðing og gerfugreind í háskólasamfélaginu. Og þeir förum með henni í gegnum í fyrsta skipti. Hún hafði ekki prófað og hún var svona hérna, og baði okkur að vera með í þessum kaflaskrifum. Og þannig að það fyrsta sem við þetta gera náttúrulega að koma henni inn í hvernig getur nýtt gerfugreind og svona horfa fyrstu mómentin hennar þar sem hún við erum hérna ákveðum að hafa þetta online, þannig að hún væri í sinni tölvu og við verum í tölvunum okkar, þannig að við sæjum hana í mynd og svolítið, við sáum svolítið eftir að hafa ekki tekið þetta upp. Og hún byrjar og skráis inn í, hérna, við vorum örgulega með ChatGPT og hún skráis inn í og svo hún svona, veist, hún náttúrulega algjör sérfræðingur á sínu sviði og ekki margi sem hún getur spjalla við, af því að það ekki margi með þessa sérþekkt. Akkurat. Og hún akkurat að fara að flytja erindi á ráðstefnu, hérna keynote vikun eftir, hún var svona ekki alveg búin að setja upp. Þannig að hún kemur inn og kemur náttúrulega með spurningar sem að tengjast þessu og fær svörun á móti og hún bara, við sjáum bara svona að hún bara, ég vissum ekki hvert hún ætlaði. Og svo var hún bara, strax þann daginn, hún bara keypti aðgang og bara var örgulega sko, hún sagði okkur, hún hefði verið lengst fram til hún örgulega verið alla nóttina í spjallinu og var þá komið með fullt af hugmyndum að því hún vildi hafa alltaf nýjasta, vildi fá svona svolítið svona annan vinkil sem hún var að gera eitthvað svona og hún var alveg bara, hún titraði af gleði sko. Já. Og bara, þetta svo, að því þetta tengist það heldur ekki, veist, aldrei en einu slíku. Þetta bara, veist, ef þetta kveikir í þér, þá bara gera það. Já, gera það. Og það sem svo mikilvægt líka frábært eins og fyrir ykkur, að því að hérna, að taka þátt í því að vinna með reynslu miklu fólki og hérna, að því þar, þú veist, hún hefur þá væntanlega verið allt upp á 10 vonandi sko, en akademiska heiðarleika og sannreina heimildir og við fórum vel og sko, og það þetta eins og hérna, það ein góð sem að vinna með, sem hérna frá Kólumbíu, en hún býr á Spáni og sem sagt svona national professor þar og hún sagði, þetta bara spurning að kunna leikreglunar, veistu, eins og þau ert að skrifa greinar og skrifa kafla og alls konar. Þetta svona eins og, hérna, þú ert að spila borðspil eða eitthvað, veistu hvernig eða ekki ykkur í hópnum sem kann spilið, þá þarf alltaf ykkur að vera á YouTube eða eitthvað svona, en þú ert með eitthvað sem að getur svona sagt nákvæmlega hvernig leikurinn fer fram og leiðbend öllum hinum í réttu átt. Það svolítið svona það sem við vorum að gera, það bara eitthvað sem kann reglunar og hann getur svona stýrt aðeins hvert hópnum fer. Við látum nú hlekk með þessu podcasti lýsinguna á þessu hlaðvarpi fylgja á bókinni. Já, þannig að hérna, þetta kynna sér hana og hérna, því að þetta náttúrulega bara, við erum einhvern veginn stödd þannig að það veit enginn í raun og veru hvert þetta að fara eða hvað og eina leiðin til þess að koma að staði að reyna að búa eitthvað til og gera tilraunir og þróa það áfram. Þó að maður hérna, komist svo að því að þú veist það sem maður var að gera bara þá ég ekki að tala um bókakaflun ykkar, ég bara að tala að þú veist, þetta þróast svo hratt. Ég ætla akkurat að segja það, en sko, það svolítið svona bara grunnurinn, þetta einmitt með kostir og takmarkanir og svona innleiðingar hvernig hægt að fara, en auðvitað þarf að breyta því jafnóðum. En sko, en ef maður horfir á núna, af því að þegar var, hérna, veist, eins og ég var að leita heimildum hérna hvernig var í mars í 2024, þegar maður var svona að byggja grunninn af þessu. Það var svo lítið komið, af því að það tekur oft kannski hálft ár að fá greinar á slíkt byrt að það þarf að rítirinn og það þarf að vera í gegn og það þarf að vera byrstingu og allt það, þá þetta bara, þetta bara þá ofta alveg ársgömmul gögn. Þannig að núna, þá var ég með allt annað, það er svo margt búið að breytast á þessu stutta tíma. Þessin kannski styrkurinn eins og ég ekki að kafla þinn og búin að lesa hann, að það eru þessi grunngildi að þau hafa ekki breyst. Nei, þau hafa ekki breyst. Man reyndir svona einblína það líka. Og ég held að það sé líka bara
gott bara upp á svona, koma þessi trúverðuleika vísinda og rannsóknar að þú veist að það sé haldið í grunngildin, en aftur á móti þá hef ég líka aðeins sko upplifað pínu að það líka verið að misskilja tæknina svolítið hjá svona fólki sem ekki búið að henda sér út í djúpulegin. Já, algjörlega sama. Og það sem að kannski hættan svo að við horfum á þessa tækni út frá vinnulagi og verklagi sem að við höfum tilengað okkur hingað til, ef við horfum fram hjá grunngildunum, ef við höfum grunngildin þau sömu, að það sé verið að horfa til dæmis á þessa generative AI eða þessi LLMs að hvar þau passa inn sem verkfæri og það sem ég horfa á og ég spyr sko af hverju ættu nemendur eða þeir sem eru fræðimenn eða þeir sem eru að rannsaka eitthvað að nota AI og ég segi bara og þetta það sem ég talaði um þetta við Ástrós þegar hún byrjar að gera þetta þú var að horfa fyrst og fremst á það ég ætla að auka gæðin. Ég er algjörlega samlegur. Ég ætla að hækka gæðin í vinnunum minni. Og mér finnst það líka sko að því maður er að skrifa svo mikið enskosleis og enskar ekki móðmálið og þá sér maður bara gæðin í textunum, maður er að skrifa fullt af texta en maður getur sko aukið útkomuna sína, gæðin sem að koma frá manni, maður er ekki svona, með þessar svona einhvern veginn grunnvillur í málfræði eða eitthvað svona sem sko maður áttar sig ekki endilega á en það er svona einhvern veginn, það er svo margt sem getur stutt mann og maður er að grípa það bara. Já, og það er svo margt sem maður getur í raun og veru, allir geta með tiltölulega auðveldum hætti farið að vinna svona grunngagnavísindi. Já, akkurat. Fara yfir vítt svið af greinum og heimildum, en ekki sko einblína það að þessi verkfæri eða að þau séu sko endilega partur af einhverju lokaniðurstöðu. Þannig að mér finnst það svo mikil einföldur einhvern veginn að segja þú veist að GPT skrifa ritgerð. Já, það er alltaf það sem það er svona, en það er bara fyrir mér að þá er það svona pínu prinsip einhvern veginn að ef maður er að skila af sér texta sem er bara skrifaður alveg af gervigreind eða að stærstu hluta af gervigreind að þá hver er að vinna fyrir hvern og það, ég held að það sé líka bara svona pínu auðvitað alltaf þægilegt stundum bara ef maður er í tölvupólssamskiptum eða eitthvað slíkt og bara að hendi inn sko, ef maður langar að svara svona smetla og fá hugmyndir og svo getur maður unnið út frá þeim svo vinnum maður út frá því og það er einhvern veginn orðið bara svona pínu verklag hjá manni í mörgu en ég hugsa oft til þess að eins og nýju lausnindar eins og Google Deep Research og svo er OpenAI að koma núna með Deep Research sem ekki orðið aðgengilegt á Íslandi ennþá en ég er búin að vera að nota svona open source GitHub repo sem er svona erindreka kerfi sem að leita uppi og skrifa upp texta fyrir mann með og heimildirna virka allar þar, það er hægt að það er ekki svona bara allt eins og vera að ræða þannig gæðir. Nei, það er ekki, verða ekki til einhverju tilbúningur á bókum en þessi kerfi er samt ekki fullkomin sko og en þetta er ofboðslega öflugar sko leitarvélar líka fyrir mann að því þarna getum við kannski séð einhverju blinda hlið hjá sjálfum sér að bara það er einhver búin að gera þetta en aftur líka að hækka gæðin með því að geta nýtt þessa tækni og auka sko hversu sjálfbjarga maður getur verið vegna þess að bara það að geta verið sjálfbjarga með margt í tengslum við tölvuvinnslu og upplýsingaöflun og annað með því að vera með svona markvissa notkun á þessu og síðan að kannski stærsta áskorunin sem ég held að við munum þurfa að glíma við núna á komandi misserum er það að finna verðu verkefni og finna nógu krefjandi verkefni raun og veru sem að reyna á mann sko. Já, samanlega því en mér finnst líka svona, veist, það sem að allavega að því að mér finnst það rosalega gott að hafa hlutina sjónræna mér finnst miklu þægilega að vinna með myndir heldur en textárleis þannig að mér finnst líka að það er svo mörg tól sem að einfalda manni þá vinnu, veist, í hvað formi vill ég vera að vinna þá vinnu sem ég er að vinna, veist,
þannig að maður getur verið að leika sér miklu meira með það heldur maður gat áður, mér finnst þetta er svolítið frelsi, að geta farið þá leiðina, að fengi eitthvað myndrænt eða fengi þetta í vídeoformi eða podcastformi eða einhverju til að breyta og ég held að það geti haft rosa áhrif á nemendur á háskólastigi. Það alltaf fleiri og fleiri nemendur sem eru að komast inn sem eru með, eða sem eru hefja háskólanám sem eru með eitthvað skona námsörfuleika sem að þetta getur opnað ótrúlega margar dyr eitthvað. Ég held að þar séu oft takmarkanir sem við vorum búin að setja á einstaklingar sem voru með eitthvað námsörfuleika að þeir eru ekki lengur til staðar því að það er búið að breyta forminu á því hvernig þú svona tekur inn námsefni og það sem í boði. Nú þarfst ekki bara að lesa textan fara gegnum greinar og allt það heldur getur og gast náttúrulega gert áður svo sem fengi hann í einhvern veginn öðru formi eins og hlusta eða horfa bara á eitthvað búin að búa til vídeoformat úr þessu en það er bara eitthvað sem getur gert heima bara með mjög einföldum máta núna. Já, og bara svona til að taka dæmi þetta þá eins og þegar ég var að læra tölfræðina að það voru orðadæmi og ég stundum upplýði ég þarf að sjá hvernig hlutinni virka, ég þarf að átta mig hvernig mótorinn í einhverju virkar til þess að öðla skilning á því og þá fór ég að búa bara til það sem kallast svona synthetic data og búa í raun og veru til þá bara kannanir og gögn og svo fara að vinna einhverju tölfræði út úr því til þess að sjá og þú veist þá gæti ég alveg fengið eftir að útskýra fyrir mig bara í hverju skrefi hvað ég var að gera og eitthvað og þá gæti maður sett öll þessi hugtök inn sem að bókin var að kynna fyrir manni og sjá þau ljóslifandi og kannski miklu ítarlegra heldur en að bókin gerir ráð fyrir að því að bókin kannski náttúrulega getur ekki verið bara 100.000 blaðsíður að því að hún passar fyrir fyrir flesta nemendahópa þannig að ég held að það sé mitt ótrúlegur kostur og þegar við vorum að skoða daginn Learnabout sem að Google er að koma með sem er náttúrulega bara eitthvað svona þegar maður horfir á þetta bara eitthvað svona ok, vá, þetta verður bara svona til einhver áfangi bara fyrir framan mann og leiðir mann áfram en þá líka hugsa maður hvað og þetta er bara svona búið að vera þessi vika hefur verið svona pínu eitthvað svona bara ok, við erum að reyna að koma einhverjum svona reyna að stíga þessu öldu innan háskólans sem að gervigrindin ferðast með öldunni ekki bara, ferðast með henni ekki vera við segjum alltaf það eru bara dauði fiskar sem fara á móti meðsturum en í svona landslæði sem að þú veist hlutirnir eru að breytast svo mikið að það er svo erfitt að segja, já svona ætlum við nú að gera þetta. Já, nei. Það var í síðustu viku. Já, það var í síðustu viku, já, núna er þetta bara algjörlega breytt landslag. En þess vegna held ég bara, veist, og það sem mér finnst og þeir svona fræðimenn sem ég hef verið að spjalla við og aðeins að grúska með er að halda í grunngildin og lykilatriði og prófa sig áfram og skrásetja hjá sér hvað maður að gera og útskýra aðferðirnar og svona það verða að gera mistök, maður hefur sjálfur alveg gert mistök í þessu og það mun alveg gerast en svo lengi sem við erum góður í trú og nýtt til þess að læra af þeim þá erum við ekkert því að það er líka eitt sem er kannski svona maður vil ekki að þetta verði eitthvað svona löggu og bóaleikur. Nei, algjörlega. Og ég líka veist, það sem að mér finnst alltaf að vera lykilatriði í þessu störfum sem ég verið í, það er að deila. Deila og deila, veist, bara allt sem ger ekki halda þig bara fyrir þig, því að það mun ykkur aðri græða því að, veist, fara í gegnum það sem þú ert að gera og læra og þá geta þeir, veist, kannski bara hoppa yfir nokkur skref sem maður sjálfur hefur rekið sig á og þá geta þeir, veist, komið inn í leikinn og verið með það sem þú ert. En einhvern veginn svona, veist, að því oft var það þannig að fólk var að halda allir fyrir sig. Það bara ég ætla að læra þetta, veist, ég ætla nú verða betri en þú eitthvað svona, sem er svo galið, að þetta það er ekki takmarka hversu margir geta verið góðir í ykkur. Það geta allir einhvern veginn orðið, veist, bara með því að taka þátt í og læra af öðrum. Það er algjört lykilatriði bara í samfélaginu. Ég held það og það er líka það sem maður upplifað hér að allan við viljum deila bara eins og við getum og þess vegna erum við með þessi hádegismálþinga sem eru að koma nemendur og fræðimenn og alls konar fólk koma að deila hvað þau eru búin að gera þannig að þessi þetta
vinna áfram þaðan. Já. Því að það lykilatriði. Og það var einmitt grein sem ég var að lesa núna nýlega og mér langar að prenta hann út og hengja hann upp hérna einhvers staðar. Já, ok. Sem heitir The Right to AI. Já. Og þetta svona passar kannski rosalega vel við það sem ég hef verið að skrifa í pistlunum mínum í akureyri.net og ég fyrir nú að fara að skrifa nýjan pistil að ég bara svona fór í einhver svona krísu og bara svona ég var svo bara einhvern veginn svona fekk einhvern svona, bara svona svartan hund á eftir mér með þetta allt saman að þetta væri bara alltaf farin bara eitthvað út þúfur sko. Getur trú að ég sé svona aðeins í henni núna mér, þetta var einhvern veginn svo rosa mikið núna, þessa undanfarna vikur, þá þetta er rosa mikið að gerast. Já, það er rosa mikið að gerast, en þessi grein fjallar það og það sem ég hef verið að tala um að þú veist, þessi tækni, að því hún er almenn og hún er rosalega, hefur áhrif á mjög stórt svið samfélagsins það að við sem samfélag og fólk í samfélaginu alveg á öllum þrepum þarf einhvern veginn að láta sig þetta varða og við megum verðum að gæta upp á því að halda opinberum aðilum eins og háskólum og síðan stjórnsýslu og öðrum ábyrgum gagnvart ábyrgri nýtingu af því að þetta náttúrulega þetta svo ofboðslega öflug tækni þegar kemur að því að færa rök fyrir máli sínu og eitthvað að það er svo auðvelt að búa til skekkjur. Það er bara mjög auðvelt og sérstaklega með í þessum heimi sem við lifum núna þá eru upplýsingaflæðið svo mikið og það er svo auðvelt að koma upplýsingum á framfæri og svona lita allt sem í gangi. Þannig að fólk þarf líka að vera rosalega meðvitað það hvernig það skilur á milli og slíkt af því að nú er líka bara einfaldara fyrir fólk að biðja um eitthvað og það getur leittað í ógöngur. Já. Þannig að við þurfum að vera ótrúlega, ég held að við þurfum að leggja miklu meira áherslu á þjálfun í þessum grunngildum. Líka bara með þær kynslóðir sem við erum að ala upp. Ég held að þetta er svo miklu stærri þáttur heldur en við... Akkurat, af því það sem að, eitt af því sem ég hef verið að leggja áherslu á og hef verið að tala hérna við nemendur það að þeir skili inn ef þeir eru að nota eða þeir eru að nota GPT eða Gemini eða Claude eða hvað sem er í einhverju vinnu sem að hefur áhrif á lokari niðurstöður eða gerði eða hvort þeir aðstoða sig við rannsóknum eða eitthvað slíkt að þau skili inn viðauka sem eru þá promptinn og þannig að sé að því er náttúrulega einna grundvöllum í vísindum með það þarf einhverju geta endurtekið þau vegna þess að það þarf líka þjálfa nemendur í því að segja að því við höfum hlutdrægni við erum alltaf, það er alltaf einhver hlutdrægni í okkur og svo erum við með hlutdrægni algoritma svo eitthvað slíkt og að það þarf nemendur þurfa að læra og eru bara allir sem eru að nota gervigreind þurfa að læra það að þeir náttúrulega þú getur búið til hinn fullkomna bergmálshelli og þess vegna var til að segja þú ert búin að gera eitthvað svona smá einhverja smá vinnu eins og ég horfa alltaf spjöllin mín alltaf svona einnota liggur við vegna þess að ég færi alltaf á milli og þú maður koma einhverja beinagrinda af einhverju pælingar að þá færi ég yfir og segir Já, því annars er þetta litað af öllu því sem þú varst búin að gera á þau það er bara algjörlega Það litast alltaf spjallið af því sem maður er búin að setja inn og maður er að leita einhverju og svo spyrir maður, hvernig er þetta? Og þá kemur kannski einhver bara eitthvað, herru, að því að svo hefur við þetta hreinskilna módel sem að sem engin unnun er að tala við Nei, en það eiga allir þannig fólk í lífisinu líka, sem er rosalega gott að því maður vill eiga það samtal, maður vill fá gagnrýnina en ég held að því varst að tala um verkefni nefnd, þá held ég eitthvað sem við þurfum að skoða líka er að ætti þetta að vera komið alltaf inn í aðferðafræði kaflan ef þau eru að lýsa því hvað þau eru að gera eitthvað þannig eða er þetta í viðauka til hliðar hvað ættu að hafa þetta en auðvitað er náttúrulega misjant eftir því hvers verkefni er verið að leysa eða hvers strautir er verið að fara í gegnum Já, og þetta er eitthvað svona sem ég held að þurfi að bara prófa og prófa í samstarfi við þá kennarana og nemendurnar og fá bara endurgjöf frá þeim hvað er nóg og hvað upplýsingar þurfa að koma fram og ég held að að því þú vilt ekki hafa kannski aðferðafræði kaflaðinn
allt og langan það sem þú ert að lýsa samskiptum þínum við einhverju gerðugreind. Nei, það verður alltaf kannski segja bara ég ákvað að nota ChatGPT til að draga saman eða þú gera úrdrætti eða samantektir úr einhverjum nokkrum greinum og út frá því ákvað ég að notast við þessa grein og þú veist þá fór ég og las þær og fór yfir heimildirnar og svo í viðauka má sjá þú veist þau fyrirmæli eða promptin sem ég notaði til þess að búa til þessar samantektir úr greinunum eins og að það er náttúrulega líka það að þú ert að láta AI að gera samantektir fyrir þig úr vísindagreinum, að þú eru að nota alltaf sama promptið og þú eru alltaf að nota nýtt spjall. Akkurat, já. Af því að þú ert búin að setja eitt promptin og grein, þá ertu búin að setja, þá getur ekki sett bara næstu greina, þá er hún lituð, af því hún er alltaf að skoða allt sem er inn í kontekst glugganum. Og það er svona færni sem að held ég að kannski allir eru meðvitaðir Nei, einmitt, af því þá blandar hún saman. Þá blandar hún saman, sko. Þú ert alltaf að fá fersk augu, sko. Já, og við erum núna, sko, svolítið skemmtilegt að segja frá því. Við erum sérst í þessu QT-verkefni sem tengist mikið inn á stafræna hæfni. Í háskólasamfélaginu þar sem við erum í samvinnu með 6 öðrum háskólum og þar erum við að fara í næstu skrif er að fara í þetta co-creation með nemendum sem að ég held að reyna að finna góða íslenska orðið sem hafa sagt að það sé samsköpun með nemendum og við ætlum að láta þá svolítið fara í gegnum það hvernig myndu þeir nota AI þannig að við erum að fara að vinna með hópnemenda innan háskólans og láta þá í rauninni sko, því við erum ekki að fara að segja hvað þetta á að koma frá þeim, þetta co-creation, þetta er ekki sko, þetta er ekki eins og nemenda verkefni sem slíkt, eða sko það sem að þau fá einhverja forsendu hvað það gera og svo fá það einhverjum fyrir, heldur er þetta áverð þeirra verk. Og þá ætlum við að fá aðeins frá þessum hóp, hvernig geta þau nýtt gervigreindar og hvernig sjá þau fyrir sér að við getum nýtta innan háskólans og slikt og það er verið að gera þetta í hinnum háskólanu líka, það er ótrúlega gaman að sjá munin á milli þessa mismundi háskóla út heiminn. Það er alltaf rúmlega 2000 kanarifuglar í þessum skóla. Já, algjörlega, það er bara... Og þetta er alltaf gaman að fylgjast með þessu verkefni hjá ykkur og var sérstaklega áhugavert að sjá hvað nemendurnir sjá vegna þess að þau eru að koma í fyrsta skipti og þau eru ekki með einhverjar gamlar hugmyndir og hvernig það gera þetta og þeim dettur pottet eitthvað geggjaði hug og þá þarf að passa svolítið upp á þau að þau upplifi ekki bara að þau séu lamin niður. Nei, það er einmitt það og við erum búin að byggja undir, við erum búin að búa til sem sagt, fórum í gegnum ykkur, ég held að það hafi verið 190 greinar þar sem þetta var gert svona systematic review og til að finna bestu leiðina hvernig er hægt að gera þetta með nemendum þannig að við erum búin að búa til svona leiðir, svona bestu leiðir til að fara í co-creation með nemendum sem við erum með inni á vefsíðunum eitthvað sem er gott að hafa í huga einmitt hvernig þú ert ekki að hafa áhrif á hvaða niðurstöðum þau skila einmitt. Og þegar ég var að vinna í eitt af þessum fyrstu verkefnum sem ég hef verið að gera hér er að búa til svona notendasögur. Þú veist, til þess að reyna að átta mig á því hvaða væntingar nemandi hefur þegar hann kemur inn. Akkurat. En svo erum við líka með ráðstefnu, við erum saman 7. mars. Passar. Og það er mitt þá buðum við nemenda sem er nú ekki frá þessum skóla, hún kemur frá Háskólanum í Reykjavík, að því er að læra hugbúnaðarverkfræði. Vegna þess að það kannski, þegar við fórum að hugsa þessa ráðstefnu, að þá sá maður svona að mestu svona umbrotatímarnir þá allavega tengdust forritun og hugbúnaðarbrasi og eitthvað svona, og það er kannski, þau kemur inn í háskólanám og það er einhvern veginn bara greinin sem að þú ert búin að stefna á er bara í einhverju hvirfilbyl. Já, ég fæ alveg svona bara... Að þú veist, þetta hlýtur að vera ótrúlega óþægilegt. Mjög. En það samanskapi líka spennandi. Af því að þeir nemendur sem að þola glundróðan, að þeir náttúrulega hafa tækifæri til að setja bara stórt mark á framtíðinni. Já, heldur betur. Og maður sér bara, það er eitthvað sem að fólk þarf einhvern veginn að grípa. Það er bara, þú ætlar að stökkva á lestina. Og þeir vera hreinskilin við sig að segja, sko, ef ég er að reiða mig of mikið á GPT, ef ég er ekki að leggja á mig erfiði sem að eflir mig og þroskar, að þá bara allar líkur því að GPT geti þá bara unnið sambarilega vinnu og ég er að þjálfa mig til, sko. Við þurfum að vera hugsa eitthvað miklu stærra og meira. Já, algjörlega samanlega því. En er eitthvað svona
Hvað uppáhaldsmódelið þitt? Sko, ég einhvern veginn að því ég byrjaði með ChatGPT þá leita ég alltaf aftur þangað einhvern veginn. Ég veit ekki, mér finnst einhvern veginn bara hvernig það er sett upp og svona, ég held að sé oft þannig það sem maður byrjar á að nota að það leita maður stundum aftur í, þar að segja eða næri að halda í við hitt sem í gangi. Það er heimahöfnin. Það er heimahöfnin, já. Og verkefni ykkar. Verkefni okkar sem heitir heimahöfn. Og þetta nafn við erum alveg svona, að því að svo var eitthvað verkefni á höfn í Hornafirði sem var heimahöfn, því það var að höfn og við erum alveg, En ég meina DeepSeek, Gemini, Google byggur til, Gemini, DeepSeek, Deep Research, og svo kom OpenAI og segja, við skulum gera líka Deep Research, þannig að það er bara cool. Það er bara þannig, þetta er bara svona, verða oft svona samheiti yfir eitthvað sem er svipað, sko. Og ég held að, ég held að það sem að skiptir máli er að einmitt að þjálfa sig að nota eitthvað, ChatGPT eða hvað sem þeir og læra að nota þá fítusar sem eru þar inni. Já, akkurat. Vegna þess að þú ert með mismunandi módel og þú getur nota late og þú getur búið til custom GPT og þú getur nota önnur GPT og þannig að maður oft sér einhvern veginn að fólk fer inn og bara notar vanilla GPT sem opnast fyrir manni en svo sýnir maður þeim bara eitthvað Já, þá er bara eitthvað allt annað í búið. Maður getur svona týnt sér í tólum svolítið. Já, heldur betur, maður getur það og ég á auðvelt með það oft, sko, þá er svona held ég alltaf ég muni finna eitthvað aðeins betra en svo þarf ég alltaf að bakka þess og sjá bara, heyrðu, nú bara ég hef 90 mínútur og ég get ekki eitt 75 mínútum í að prófa ný tól af því að ég þarf actually að nýta allan tíman í að leysa verkefni sig með eitthvað þannig að ég er ofta að hugsa þannig, sko. Akkurat. Þannig að svona frítími fer ég að prófa þetta sem er alls konar eitthvað annað, sko. Akkurat, en þetta er ótrúlega skemmtilegt og ég held að það verði líka bara gaman hjá okkur núna næstu misserinn og svo náttúrulega kannski verður sérstaklega áhugavert að fylgjast með hvað við erum búin að gera fyrir haustið 25. Já, og mjög spennt. Ég held að það verður rosa gaman að vera í svona coaching og með ykkur og að því að ég held líka fólk kannski getur að fatta það að þetta er ekki alveg svona, þú getur ekki bara að fara eitthvað námskeið og komið út með einhverja hefnum að byrja. Þetta er að þú þarft að fá bara svona bínu coaching að koma til stað. Og þetta er alltaf þjálfun líka. Já, og þjálfa þig. Þú ert ekki að, það þarf að vera reglubundin þjálfun, af því að við höfum oft sagt að, það er alls konar tólatæki í boði, en ef þú notar þau ekki, að þá náttúrulega tilengar þér ekki það sem þau geta boðið upp á. Þú fer bara eitt námski og svo gerir ekkert meira og ætlar að skoða þetta eftir ári eða eitthvað, að það verða ekkert að hjálpa þér neitt sérstaklega, þú veist svona aðeins, en þau þarft bara virkilega þessi þjálfun, bara eins og með, við vorum að líka einhverju saman daginn og þá var það þannig að, það er rosa erfitt að læra að synda, þú lest bara í bókinni hvernig á að synda og svo ertu komin út í laugina og þá er rosa erfitt að taka sundtökina, því að þú í rauninu þú færir ekki færnina úr lesturum í bókinni yfir í sundlaugina. Þannig að þú þarft alveg bara að þjálfa hvert einasta takk. Já, ég held að ég hafi verið að tala með þessum millíkingum með það að þú ætlar að reiða þig á gervigreind til þess að kenna þér að synda. Já, þú varst örugglega með þetta. Gott að ég stál svo frá líka. Ég er búin að nota þetta oft síðan, mjög oft, Vá! Ég segi, ef þú ætlar að reiða þig á gervigreind til að kenna þér að synda og svo ertu á Miðjarðarhafinu og ætlar að stinga þetta sund svo ég er búin að læra þetta, ég færði þetta yfir í bók, mér finnst þetta svolítið gott, Ég alveg upp frá ykkur líka. Já, það er gott. Þannig að þetta er open source. Þetta er open source. Það bara notið þeim sem vil og aðlaða þetta, greinilega. En Helena, gleðilega föstudag. Já, sömuleiðis. Við mögum að gera þetta aftur í auðvitað því að mér er svo gott líka að tala við þig að því þú og Helgi er náttúrulega að gera frábært saman. Svo ættir að spjalla Helga og svo ættir að spjalla ykkur saman. Og bara, gleðilega föstudag. Já, bara sömuleiðis.